Já, gott fólk, sprengja dagsins sannkölluð kjarnorkusprengja, en það eiginlega bara Eldur Smári Kristinsson sem komin hingað í stúdíóið. Vertu velkomin, Eldur. Takk fyrir það. Það gustar ykkur hjá lýðræðisflokknum. Já, heldur betur, það má nú eiginlega segja það. Sólarhingur í kostningar og... Ekki einu sinni það. Ekki einu sinni það og þið hafi verið skýrir og öflugir í ykkar málflutningi, en það náttúrulega við, eins og Arnar segir oft, sálgert ofur efli að etja. Já. Af því að þið eru örflokkur sem er ekki á ríkisjötunni með fjárframlög eins og allir hinir flokkarnir. Nei, ég meina við höfum séð til dæmis suma flokka verið að eyða upp að 5 milljónum á viku á samfélagsmiðlum í auglýsingar með að við höfum verið að eyða svona í kringum 20 skall. Já, ég veit. Þannig að það er svona pínu Davíð versus Goliath. En málstaður ykkur er góður og ég hef nú sagt hérna frá því, ég tók kosningapróf einhvern tímann á dögunum og það sem sagt voru 3 flokkar sem ég líktist mest. Það var sem sagt númer 1 með 77% minni mig, það var Ábyrg framtíð. Númer 2 með 76% var lýðræðisflokkurinn og númer 3 með 75% var miðflokkurinn. Já, einmitt. Þetta var mjög skýrt sko. Já. En það er gaman að því, en það hefur líka verið fróðlegt að sjá sko, hvernig frambóðið þínu hefur verið tekið og ég veitti því eftirtekt að í forystusætinu á RÚV núna í þessari viku, þegar Arnar var þar í viðtali hjá Bergsteini Sigurðssyni, umsjónarmanni Kastljóssins, að þar voru höfð upp í stór orðum þig sem að þú ert nú ekki sáttu við. Mjög svo og þar var haldið fram að ég hafi verið fjarlæður af lögreglu af skólalóð fyrir að ljósmynda eða mynda börn og starfsfólk. Já, það er bara rugl. Það er bara rangt og ég veit alveg hvaða atvik hann er að vísa til. Já, og það er eitthvað sem við höfum fjallað hérna á þessum vettvangi. Já, þá bara þú fórst þarna í heimsóknarinn innan skóla. Já, við fórum þarna nokkur. Út í þessi plaggött og svona. Einmitt. Það var eftir skólatíma og þá voru engi börn sem voru þarna á staðnum og við vorum ekki leyfisleysi. Það er rangt. Við báðum þarna leyfi og við fengum leyfi og það er ekki fyrir en að aðstoðarskólastjórinn kveikir á perunni hver ég er að viðkomandi misti stjórn á stillingu sinni og vísaði okkur á dyr. Alveg rétt, en það er svona heldur langt gengið og hlýtur að vera svolítið ömurlegt að upplifa það að primetime sjónvarpstími Ríkisútvarpsins er notaður til þess að níða af manni skóinn með röngum ásökunum. Já, sérstaklega þegar maður er ekki þarna sjálfur til þess að verja sig. Sko, þú ert nafngreindur bara. Ég er nafngreindur þarna en við erum líka aðtúa það að bara nokkru dögum þarna áður þá var ég í kjördæmaþætti RÚV þar sem allir oddvitar frambóðana í norðvesturkjördæmi þar sem ég er í frambóði vorum og hefði RÚV vilja taka þessa pillu við mig þá hafði þær 2 klukkutíma til þess í beinni útsendingu en völdu að gera það ekki en svona er þetta En hvað ætlar að gera? Ég meina, maður getur nú alltaf setið bara og látið það yfir sig ganga að yfir mann er spúað einhverju haturseitri í sjónvarpstíma allra landsmanna á ríkissjónvarpinu. Nei, þetta er náttúrulega eitthvað sem bara verður að taka og sitja í ferli. Hvernig ferli það er bara ekki ljóst á þessu stigi. Já, þú ert líka sakað að vera með hatursorræðu, er það ekki? Og veist að hinsegin fólki... Jú, og ég átti að hafa talað eitthvað kynfæri, einhvers nafntogas einstaklings og þess að sem er náttúrulega rangt. Ég var í podcasti þar sem þáttastjórnendur fóru niður á það plan. En ég segi til dæmis bara, mér er alveg sama hvað er á fólki eða undir því og það er nú allt og sumt. Þetta er klassískt dæmi það þegar að vógliðið eða góða fólki eins og það er oft nefnt hikar ekki við að beita massífu ofbeldi, andlegu ofbeldi og hvað eina í þágu góðs málstað. Já, sko, hinnar réttu skoðunar. Við erum bara að sjá það sem hefur verið að gerast í löndunum í kringum okkur. Þetta fólk sem tilheyra einhverjum jaðarsettum hóp eða vera jaðarsett. Þetta er, sko, þetta er alveg búið að snúast 180 gráður. Þetta fólk eru valdboðar. Þetta fólk er í valdastjætt. Þetta fólk er með stórfyrirtækin og stjórnvöld á bakvið sig. Þannig að það þarf enginn að segja mér að þetta sé jaðarsettur hópur því að fólk sem er jaðarsett hefur ekki þetta trausta styrka bakland hins opinbera og stórfyrirtækja í landinu. Það er ekki jaðarsetning. Það er algjörlega búið að snúa þessu. Já, fyrir löngu.
En hefur eitthvað skoðað að, að fá þetta leiðrétt hjá RÚV eða gera eitthvað í þessu? Já, sko, við sendum náttúrulega kröfu á RÚV að leiðrétta þetta og buðum RÚV að ég myndi koma jafnvel í Kastljós eða í fréttatíma á sama tíma og þessi ummæli mig voru höfð þarna kvöldun áður. Það verður sjálfsögðu ekki verið þegið. Nei, það var ekki þegið og þau settu þetta inn á kosningavaktina sína sem mjög lifandi þannig að þessi leiðrétting, hún var þarna inni kannski kortur og svo hverfur þetta bara og það sér þetta enginn. Og þau taldu málinu vera lokið og vera fullnægjandi á þannan hátt, sko, sem ég ekki sammála. Þannig að ég fór til lögreglu til að bara fá staðfestingu á því að ég hafi aldrei, að lögregla hefur aldrei nokkuð tíman haft afskipti af mér. Ég hef aldrei fengið stöðumælasekt, ég hef ekki eins og fengið hraðasekt, ég hef aldrei verið handtekinn og lögregla hefur aldrei haft neina afskipti af mér. Ég vildi bara fá þetta staðfest í gær og fór á lögreglustöðinu hvað þetta Víðiland, og svo til ríkislögreglustjóra. Þá eru þeir voðalega skrýtnir við mig og sögðu að myndi taka á 30 daga afgræða þetta að ég myndi fá staðfest að lögreglan hefur aldrei haft Tekur 30 daga að fá útprenta málaskrá sína hjá lögreglu? Nei. Jú. Ég man nú eftir einhverju tilviki þessum að einhver aðili gekk nú útprentaða málaskrá bara á Ég var nú svo hissa að ég tók upp myndskeið af hluti af samskiptum mínu við lögregluna, þannig að þetta allt stórfurðulegt. En þetta ekki allt og sumt. Þú sagði líka frá því á samfélagsmiðlum í gær að þú hefði fengið óvenjulegt símtal. Já, lögreglan reyndi svo að hafa upp að mér í gærmorgun og fór að hringja og spyrjast fyrir hvernig var þetta ná í mig og náði svo í mig að endunum. Systursonu minn, hann fekk símtal frá lögreglunni og lét náttúrulega frænda sinn vita að lögreglan var að leita á honum. Veitu, voruð þið þá að leita að þér og hringi fólk bara í kringu þig? Já, sem ég bý með. Já. Og það bara, þannig er nú það bara. Og svo var mér tjáð þá hjá lögreglunni að það væri kæra og ég þurfti að mæta í skýrslutöku sem fyrst og ég boðar í skýrslutöku sem sagt í dag, föstudag, 12:30. Þeir að taka sér 30 daga að prenta út málaskrána þína en þú átt bara að bregðast við og koma inn á því sólarhring beint í skýrslutöku. Eitt fyrir bingo bara. Það er ólíkt hafast þér að. Já. En hvað kæra er það? Já, ég er sem sagt kærður af samtökunum 78 fyrir einhver ummæli. Ég veit ekki nákvæmlega hvað er mér minnir hún hafi sagt fern ummæli, þannig að við verðum að sjá. Ég ég hef ekki fengið neitt kærubréf, þannig að ég hef ekki séð ummælinn fyrir fram að mig sem ég er sem sagt kærður fyrir. Nema það að ég bað hana að lesa upp ummælinn og hún gerði það og fyrstu ummælinn sem ég er kærður fyrir snúa að brjóstagjöf karla sem skilgreina sig sem konur, að þeir taka inn lyfið domperidon til þess að örva sem sagt mjólkur framleiðslu í ég veit það. Og hvað sagðir karla sem að brjóst fæða lítil börn? Ég hef eflaust sett spurningamerki, þú veist hvort að þetta væri á jaðrinu við barnaníð, það getur vel verið að ummælinn séu þannig, en við erum að tala sem sagt karla sem að hafa breytt sér í konur. Já. Og eru síðan að einhverju mömmuleik og eru með karlkynsbrjóstin sín sem eru kannski búið að fylla með sílikoni eða eitthvað og taka eitthvað lyf til þess að fá einhvers konar mjólk út af því og gefa svo barnabrjóst. Það má alveg velta upp fyrir sig þeim spurningum. Er það sem sagt En er það alveg mjólk sem kemur þá? Nei, þetta er náttúrulega bara eitthvað hormónasull. Ég meina, þú veist, er það hagur barnsins eða þarfi barnsins sem er í öndvegi eða er það annarlega hvatir viðkomandi aðila? Þetta er bilað. Þetta er klikkur. Þetta er bilað. Sorry. Og þú mátt ekki ræða þetta á þess að fá þau kæru frá samtökunum 78. Já, hér maður. Já, hér. Já, eins og ég segi, ofbeldi góða fólksins virðist ekki eiga sér nein takmörk. Nei, en eins og ég segi, við erum átt okkur á því að þetta er ekki jaðarsettur hópur lengur. Þetta eru valdbóðar. Þetta er fólk sem er í valdastöðu. Þetta er með bæði yfirvaldið og getur bara nota bæði ríkisstofnanir eins og ríkisútvarpið sem einhverja málpípu og sem árás og tól
getur notað lögregluna, getur notað jafnvel alþingi, vegna þess að það hefur líka verið ráðist með bara beint úr ræðustól alþingis og þess áttar, sko, þannig að þetta ekki jaðarsettur hópur, við verðum að fara átt okkur á því. Þetta brjálæðislegt. Við nú rættum oft fyrir þessum þætti, transhugmyndafræðin sem hefur raun og verið sko tróðið ofan í kokið á okkur hér á Vesturlöndum án umræðu og með fölsuðum vísinda og svo framvegis. Og síðan þegar menn vilja ræða þetta að þá það bara hatursorðræða. Já, ég ætla að fá að koma 3 karlmönnum í þessari kosningabaráttu aðeins til varna. Kvenfrelsisskörungarnir og VG, Svandís Svavarsdóttir og Þorgerður Katrín og Viðreisn hafa nú gert sér mat úr Sigmundi Davíð og Arnari Þór Jónssyni og Bjarna Benediktsyni fyrir það og Snorra Másinni reynda líka fyrir það að vera á móti kvenfrelsi vegna þess að þeir voru á móti því að væri hægt að drepa nær fullburða börn í móðurkviði. Ok, þá ætla ég bara að koma því á framfæri við þetta fólk og við kjósendur að engin lög hafa gengið jafn hart gegn frelsi kvenna og öryggi stúlkna en lögin kynrænt sjálfræði. Þetta staðreynd. Já, lögin sem að heimila til dæmis bara mönnum að skrá sig sem konu fyrir að hafa ekki farið í neina aðgerð eða neitt slíkt og geta þess að bara arkað inn í kvennarými án þess og í raun og veru ef einhver kvartar yfir því þá þeim aðeinslega bara að vísa á dýrin og svo líka einn einstaklingur núna á Íslandi sem dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn börnum sem núna í líki konu og og gengur núna undir kvenmannsnafni og þetta virðist bara vera í alveg lagi. Já, hér Samkvæmdum sprengja hér í sprengju dagsins Eldur Smári Kristinsson, við þökkum þau kærlega fyrir komuna. Gangið vel næsta sólarhringinn. Þú ætlar að bruna núna. Ég ætla að bruna að fara í yfirheyrslu hjá lögreglunni. og svo tekum við bara kosningadagurinn á morgun og kosninganótt og við þurfum endilega að fá þig kannski hérna í spjall til að segja ykkur betur frá lögreglukærinni þegar að því kemur. Það bara í lagi. Takk fyrir það.